Mánudagurinn 4. júlí var mikill gleðidagur fyrir íslensku þjóðina. Þá fjölmenntu Íslendingar á Arnarhól til að taka á móti íslenska karlalandsliðinu sem hafði staðið sig svo frábærlega á Evrópumótinu í knattspyrnu. En þetta var ekki gleðidagur fyrir alla. Já, má eiginlega segja að þetta hafi verið dagurinn sem endanlega eyðilagði líf mitt. Magnús Magnússon er Reykvíkingur sem hefur verið að takast á við erfiða reynslu tengda Evrópumótinu í knattspyrnu. Já, það var alveg æðisleg stemming og ég var algjör rússi, sko. Og þá gerist þetta sem ég hafði hvorki heyrt né séð áður. Þetta klapp. Já, ég eiginlega bara fraus, sko. Það var ekki náður. Þessi taktur var bara eins og einhver starffræði fyrir mér, sko. Ég kannski get allt og taktvis, en ég hef oft klappað og það hefur aldrei verið neitt vandamál. Í ammælum og svona, sko. Bara þetta klapp, ég bara fattaði ekki, sko. Og hvað gerist svo? Svo þegar leið á mótið þá er ég fann að finna fyrir kvíðaeinkennum. Tók eftir að hinir Íslendingarnir og að líta með hornauga og mér fannst ég kannski eitthvað að vera trublandi, sko. Svo ég væri ekkert velkominn þarna. En svo rannaði upp fyrir mér þegar breska sjónvarpið vildi fá nokkur Íslendinga til að taka klappið, sko. Einmitt. Og þá var ég bara beðinn að fara, sko. Og vera ekki í mynd. Þá fór ég bara heim, sko. Fylgdist auðvitað með ekki nú sjónvarpið og svona og svo þegar þeir komu og áttu að taka mótið með henni á Arnarhól þá langaði mér alltaf að fara og taka mótið strákanum og fagna með henni. Sko, ef með gruna að þetta taka þetta klapp þarna, sko, þá hefði ég náttúrulega aldrei farið, sko. En hvað gerðist svo þegar þið var ljóst að það ætti að taka þetta víkingaklapp hana? Ég náttúrulega bara fraus og auðvitað hefði ég bara átt að fara en ég vildi gera lokatilraun til þess að klappa með. Það hefði ég aldrei átt að gera, sko. Ég var bara snúinn niður hérna og gerði fyrir óspektur á almannafæri og þá hafði einhver hringt í lögguna, sko. Og sagt að ég væri ekki í takti. En ég meina, varstu ekki bara að reyna að skemma víkingaklappið? Nei, alls ekki. Ég bara skil ekki þetta klapp.